Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 20:08 og sjálfsögðu var þetta lagið með Ívar Bjarklind komum fagnandi í IBVF og já, það var nú heldur betur vel tekið á móti held í fjórða flokki karla í helgina eða í gær þegar þeir komu heim með bikar til Eyja. Stefán Árnason, þjálfari IBVF kominn á línuna og já, fyrirhundi þjálfari hérna á Selfossi, komdu blessa og sæll eða ekki? Já, sæll og blessaði gestur, gaman að heyri þér. Herru, þú ferð alltaf í höllina þarna í þessu úrslitaleiki? Já, þetta er búið að vera svona, ég er búin að vera reglulegu gestur núna undanferðin ár, búin að fara hérna til 4. ári í röð, 3 ári á Selfossi og síðan í ár hérna í Vestmannaeyjum og það er alltaf jafn gaman. Já. Þetta er svona flottustu leikirni sem þú kemst í yngri flokkunum fyrir krakkana að spila og þarna fá þau sömu umgjörð og meistaraflokkarnir eru með í Final Four. Það er guli og blái dúkurinn og það er sjóðsöngurinn og það er kynning og mikið af fólki. Þannig að þetta er frábæri leikir að komast í og alltaf jafn gaman. Og ykkur hefur verið væntanlega tekið fagnandi þið komið aftur til Eyja, eða ekki? Jú, það var nú mikil og mjög flott móttaka sem beið okkar og það voru nú ekki bara við sem unnum því að það var líka fjórðuflokkur yngri hjá stelpunum í IBVF sem sigraði einni, þannig að það voru tvö lið sem komu með bikarinn heim til Eyja með Herjólfi, þannig að það var tekið mjög vel á mót okkur þegar við komum. Já, náttúrulega dauðskammast mig þegar ég gleymdi að minnast á þær. Já, þær voru þetta líka og þriðjaflokkur kvenna voru með en þær töpuðu hörkuleik með einu marki, voru gráðlega nærri að vinna en það gekk ekki að þessu sinni en þannig að það voru 3 lið í höllinni en 2 lið ná að koma með bikar heim og það er óvægt að segja að Eyjamenn kunni að fagna með sínu fólki og kunni að meta þeirra árangur næst því að það voru Bryggja var fulla bílum sem flautuðu og það voru ræstir út tokkulúrar og stóru bjöllurnar og annað þannig að það voru mikið læti þegar skipið kom í höfn þannig að þetta var mikil upplifun að sjá. Já, en þetta hefur samt verið hörku spennandi hérna allan hjá þriðjaflokki kvenna sem að ná sér náttúrulega silfur að sigurmark Framara kom þegar 5 sekúndur voru eftir að leiknum 23-22 eru lokatölur. Já, og einhverjum 7-8 sekúndum áður gat IBVF komist yfir en áttu skot í stöng Framara að fara upp og skora þannig að það var nú bara eiginlega nálægt í að fara á hinn veginn og mögulegt er en maður veit aldrei hvernig þetta er í þessu það fyrir alltaf að klára þetta í færi og þetta var mjög spennandi leikur af þeim, mjög spennandi. En þeir voru allan með 3 lið þarna og ég fer næst í 4. flokkiðinn. Já. Og þið unnu bara í nokkuð örugglega 27-17, það hefur ekkert verið stress þarna á Eyjamönnum þennan leik? Nei, það allan að stressi var ekki trúflokkur, við strákarnir voru gífulega stemdir og fögnuðu því bara að fá að spila þennan leik, voru ekkert að notuðu frekar bara smá stress og spennu með sér til að spila eins og betur og í rauninni spiluðu sinn besta leik í vetur að mörgu leiti að helgina, þannig að það er kannski rauninni ekki komið á betri tíma. En hvað var það? Býtu nú, ég er ekki með þetta fyrir fram mig, svo voruð þið með það ekki 4. flokk kvenna? Já, 4. flokk kvenna yngri var það líka og það er unnu eftir framlendaleika mútið K.A. Þór. Já, og þú ert frá Akureyri eða ekki? Ég er frá Akureyri, þannig að það var, ég er Akureyri uppalega. Já. Þannig að þetta hefur verið alveg leikur þar, 23-22 lokatölur. Já, þetta var bara eins og byggarleiki gerast mest spennandi framlengt og mikil svona barðar á reyndi en það var gott hjá telpunum að ná að klára þetta og það er með gullinu. Já, og svo þínir gömlu strákar hérna á Selfossi, þeir eru líka byggarmeistarar? Já, þeir eru nú bara nokkuð samfærandi, voru nú heldur að enda með einhverjum 3 mörkum, þeir voru nú komnir 7-8 yfir og það var nokkuð samfærandi sigur en þeir spiluðu við, það verður bara að segja þetta svo vel. Þannig að þú ert nokkuð sáttur með þessa helgi, en svona er eitthvað sem kom þér á óvart helgina eins og hjá meistaraflokkunum? Nei, í rauninni ekki að maður svona náttúrulega bjóst bara við að Haukarnir myndi taka þetta karlanu, þeir eru með besta lið
þeir eru með betra lið en ég sérstaklega og það kom mér ekkert mikið óvart að það var jafn og skemmtilega leikur, mjög flottur úrslitaleikur. Það kannski kom eilítið óvart að Valur skyldi vinna kvennamegin en þar er reynsla sem að skiptir máli og þær eru með hana. Já. Hún hefur haft mikið að segja þessum leik. En þá aðeins að meistaraflokkum í Eyjum, já, bæði lið virðast vera að standa sér nokkuð vel og kallalið koma bara eins og þruma úr heiðskjuru loftið þarna inn í ólífsdeild karla og eru í öðru sæti á eftir Haugum. Já, það hefur bara gengið ótrúlega vel og það er eiginlega að segja eins og það er að rosa skemmtilegur andi yfir handboltanum hérna í Eyjum og gífulega svona jákvætt allt í kringum þetta og báðum liðum með að ganga vel. Karlandi náttúrulega er að koma mikið óvart og þeir eru bara að spila gífulega góðan bolta. Þetta er kannski athyglisverður árangur sér í lagi því að komu nú 2 útlendingar í byrjun tímabils og þeir voru nú bara sendir heim í desember því þeir voru ekki nægilega sterkir. Nei, einmitt. Og það kom bara einn norskur markmaður í staðinn en fyrir þessu 2 útileikmenn þá kom ekkert þannig að hópurinn er til að fullskipaðar en þetta er svona bland, þetta er ungir og síðan reynslu meiri menn og mikið til Eyjamenn þannig að þeir eru að berjast bara fyrir liðið sitt og bæinn og það bara að blanda sem virkar yfirleitt, það er bara þannig. Og er þá ekki ágætið stemning þarna á leikjum, heimaleikjunum? Jú, gífuleg stemning og þeir þurft að færa leikina yfir úr þess að gamla salnum yfir í það nýja til að koma öllum áhörðum á og það er meira svo orðið ennþá betri mæting við það og það er nú bara gífulega flott búið að stofna stuðningsmannasveit Hvítu riddararnir sem að mæta og gera allt vitlaust og þannig að það er gífuleg stemming hérna á leikjum og mjög gaman bara svona góður andi í kringum þetta allt. Já, en kvennalið IBVF þær eru þarna að berjast á toppnum? Já, og þær eru bara að spila gífulega vel. Þær virtu drífu örfendu skiptuna í frá núna, hún er ólétt, þannig að hún datt út á miðju tímabili og þar koma bara ungar stelpur inn sem að leysa þetta vel og þrátt fyrir þennan missi að þá er liðið að halda Brandbergs í Hólumút að vinna góða sigur og svona í baráttunni svona líklega þetta 3. sæti að koma þangað og þeir eru bara ágætt smálum en þær þurfa náttúrulega að halda mjög vel að spilunum ef þeir ætla að ná því en það er góður möguleiki og þær eru eiginlega búin að mjög fáa slaka leiki í vett og það er svona að spila mjög stöðugt og að vinna alla þá leiki sem þeir eiga að vinna svona nánast undantekningarlaust þannig að það er bara góður árangur af þeim. Já, en þetta er frekar ungt lið það ekki? Jú, svona mestu það fengu 2 portugalska leikmenn sem að spila og síðan þetta íslenska stelpur held ég allar uppaldar í Vestmannaeyjum og margar þær ungar og þær eru að fá stór hlutverk stelpur eins og í 3. flokki, þær eru 2 í byrjunarliðinu stelpur og yngst ári í 3. flokki, fyrsta ári í framhaldsskóla, bara 17 ára gamla, þannig að það svona, og þær eru bara að standa sig vel eins og fleiri, þannig að það er bæði kalla á kvennaliðinu og þær eru ungi leikmenn uppaldir að fá mjög stór hlutverk og þannig að þessi krakkar sem eru í yngri flokkunum, í 4. og í 3. flokki, að þau sjá að það er ekkert langt í það að möguleikin komi að fá að spila tækifærið ef þeir hugsa vel sín mál, þannig að þeir sem eru svona bankadyrnar, það er ekkert langt í það að þeir fara að koma að inn. Þá aðeins að fyrstdeild karla, er eitthvað búið að koma óvart þar? Já, nei, ég myndi nú ekki segja það. Það verðist vera svona afturhelding sé bara með yfirbara lið og Stjarnan komið þar á eftir þessu 2 lið virðast vera aðeins sterkar en hinn. Það er kannski kemur eilítið óvart hversu svona að baráttan 3. og 4. sæti er ekki eins hörð og hún hefur verið eins og hún var í fyrra. Liðið svo Víkingur eru töluvert frá að það er svona einn KR sem
bara að berjast kannski þetta fjórðasæti við Gróttu. En í fyrra var þetta svona jafnari pakki, nú verðist þetta að vera aðeins dreifðara. Það verið ekki verið eins mörg lið sem geta keppt þarna við toppinn. Nei. En hérna yngri flokkum aðeins hjá IBVF, hvernig gengur þeim á Íslandsmóti yfir höfuð? Í rauninni bara mjög vel að liðin eru þau eru öll í efstu deild í fjórða og þriðja flokki liðin þar og eru annarkvæmt að berjast toppinn eða svona miðja deild að fjórði flokkur kvenna yngri og fjórði flokkur karla eldri. Þar eru þeir að berjast toppnum og svona eftir sem við liðið á veturinn þá spila IBF-liðin betur og betur. Þau eru oft lengi í gang. Það svona vantar æfingarleiki og kannski vantar kannski að byrja fyrir æfingar, þannig að IBF byrja kannski aðeins eftir öðrum liðum. Já. En svona eftir áramót þá liðin að standa sig gífurlega vel og að færa sig alltaf ofar á töflunum. Nákvæmlega. Stefán Árnason, eitthvað í lokin? Nei, ekkert sérstaklega ég hef, bara gaman að heyra í þér eins og vanlega. Já, sömuleiðis það bara þínir sárt saknað hérna að vera í settinu? Já, ég verð að kíkja við einhvern daginn, þegar ég tíma. Nákvæmlega. Stefán Árnason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og að koma þér í gluggasamband þannig að þú sért skiljanlegur. Það er minnstamáli. Vertu blessaður. Blessaður. Já, Stefán Árnason, þjálfari í yngri flokkum hjá IBVF í handbolta, gera góða hluti þarna í Ígum, en aðeins að svona renni yfir úrslitahelgina. Valur var bikarmeistari kvenna í meistaraflokki eftir sigur á Stjörnunni í úrslitaleiknum á laugardaginn, en lokatölur var eftir mikinn spennuleik voru 24-19 og þetta þriðji bikarmeistaratitil Valskvenna í röð. En leikurinn á gríðarlega jafn í fyrri hálfleik, leikmenn beggja liða voru nokkuð stressaðir í byrjun og liðin skiptust á að hafa forystuna, en einu sinni munaði 2 mörkum á liðunum en staðan í hálfleik var 10-9 fyrir Stjörnuna. Stjörnukonur byrjuðu síðari hálfleikin vel og skoruðu snemma 3 mörk í röð, en þá vöknuðu leikmenn Vals og svöruðu með 3 mörkum. Eftir það skiptust liðin á að hafa forystuna og spennan var mikil. En vendirpunktur leiksins kom hins vegar miðjan síðari hálfleik þegar allt hrökk í baklás hjá Stjörnunni sem skoraði ekki mark í 10 mínútur og Valur gekk á lagið og Valskonur skoruðu þá 5 mörk í röð og náðu 4 marka forystu. Og það reyndist of breytt bil fyrir Stjörnukonur að brúa og þegar yfirleik munaði 5 mörkum á liðunum lokatölu 24-19 og Valskonur fögnuðu að sjálfsögðu innilega í leikslok. En Anna Úrsula Guðmundsdóttir, hún var markaðist í liði Vals með 8 mörk, en hjá Stjörnunni gerði Hanna Guðrún Stefánsdóttir 6 mörk. Og karlamegin þá var það Haukar sem urðu bikarmeistarar karla eftir 22-21 sigur á IR í rosalegum úrslitaleik. En leikurinn var æsispennandi allan tíman, en IR fekk síðustu sókn leiksins til að jafna metin. Haukar voru yfir allan fyrir hálfleikinn, en þó hafði aldrei munað miklu á liðunum. IR náða jafna metin í fyrir hálfleik og staðan í hálfleik var 11-11. Kristófer Fannar Guðmundsson kom sterkur inn í marki Íringa sem náði að komast yfir í upphafi seinni hálfleiks, en IR komst í 15-13, en þá skoraði liðið ekki í rúmar 8 mínútur og Haukar skoruðu 6 mörk í röð. IR gafst ekki upp og liðið lék frábæra vörn og náði að jafna metin í 21-21 þegar skammt var til leiksloka. Og við tók æsi spennandi kafli þar sem Einar Pétur Pétursson skoraði sigurmarkið þegar rétt innan við mínúta var eftir. En bæði liðið léku frábæra vörn í leiknum og var viðeigandi að vörn Haukar stöðvaði IR í síðustu sókninni sem tryggði Haukum 7. bikarmeistarafélagsins og þann annan á 3 árum og eru held ég búin að jafna þá Valsmenn í að vera bikarmeistarar. Og að bikarúrslitum yngri flokka, við fórum náttúrulega létt í gegnum sunnlensku liðin áðan. Það var náttúrulega IBVF sem varð bikarmeistari í 4. flokki kvenna yngri, en það liðið sigraði K.A. Þóri í framlindum úrslitaleik 23-22 og maður leiksins var Inga Hanna Bergsdóttir, markvörður IBVF, en hún átti stórleik og varði 19 bolta, þar af 3 víti. Og í 4. flokki karla yngri var það FH sem var bikarmeistari, en liðið bara sigurorð á Haukum 18-13 og staðan í hálfleiku var 8-7 Haukum í vil. Maður leiksins var valinn Óliver Ægisson, markvörður FH, en hann átti stórleik og varði 18 bolta. Og fram þeir urðu
Coca-Cola bikarmeistarar í fjórða flokki kvenna eldri eftir öruggan sigur á K.A. Þór 21-13. Staðan í hálfleik var 12-4 fram í Vil. Maður leiksins var valinn Mariam Eratse, leikmaður fram, en hún átti frábæran leik og skoraði 6 mörk. Og í fjórða flokki karla eldri, það var náttúrulega IBVF sem sigraði IR örugglega 27-17, en maður leiksins var valinn Friðrik Hólm Jónsson, en hann átti frábæran dag og skoraði 8 mörk, og hann er á sjálfsögðu í liði IBVF. Og fram varu bikarmeistarar í þriðja flokki kvenna eftir að þeir sigruðu IBVF 23-22 í æsispennandi leik, en sigur mark fram kom á 5 sekúndum fyrir leikslok, og maður leiksins var valinn Hulda Dagsdóttir, leikmaður fram, en hún skoraði hvorki meira en minna en 11 mörk. Og Selfoss, þeir urðu bikarmeistarar hjá köllunum í þriðja flokki kalla. Þeir sigruðu Framara 27-24, en staðan í hálfleik var 15-12 Selfoss í Vil. Maður leiksins var valinn Herger Grímsson, leikmaður Selfoss, en hann skoraði 7 mörk í leiknum. Og í öðrum flokki karla var það Valur sem varð bikarmeistari. Þeir sigruðu Aftureldingu 34-33 í æsispendu framlengdum leik, en staðan á loknum venjulega leiktíma var 29-29, en í hálfleik leiddi Valur 16-12. Sveinn Aron Sveinsson, leikmaður Vals, var valinn maður leiksins, en hann skoraði 9 mörk. Og í kvennamegin, ég er ekki með það hérna fyrir fram mig. Nú og það, við ætlum að fara yfir í körfubolta núna eftir smá stund. Farið ekki langt, hlustu góðir. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.